Svo lendi ég í þessu brjálæðislega bílslýsi. Já, Þú veist, hvenær var það? það var bara rétt fyrir áramótin Já. og það var allt sem sagði nei, ekki fara. Ekki Já. fara, ekki fara. Ég blessaði bílinn, ég gerði það alltaf. Já. Því að og bað konuna líka við hliðina á mér að gera það því að ég bara var með svo skrýtna tilfinningu og þegar ég keyri fyrir Hafnarfjallið Já. og ég segi við hana, sko, ef einhver gerir smá mistök hér, Mhm. þá er hann bara dauður. Já. Að þetta er svo þröngt, það var svell, það var brjála veður Mhm. og það keyrði framan á mig eða, þú veist, ég ætla ekki að fara að deila það hver keyrði Nei. framan á hvern Mhm. og bíllinn fór alveg í köku og svo kom annar inn í hliðina, þá hafði ég rotast og ég gerir mig ekki grein fyrir, ég held bara að ég væri í geimskipi að því að bíllinn fór sko í 300 hringi þarna á miðjum svellveginum og eða væri að fara niður hlíð og kona við hliðina á mér, ég sko er hérna og það eru púðarnir og hún öskrar svo mikið blessunin og ég segi, hún er erlend, ég segi, are you okay? Já. Og ekkert. Það heyrðist ekkert í mig. En svo hafði bara eitthvað gerst öðru meginn í höfðinu að ég finn ekkert fyrir því og svo bara varði ég svo tvöföld setna í framann og svo, ég verð svo illa áttu stundum og var ég nú illa áttu. Ég bara, þú veist, veit ekki neitt og ég ætlaði að fara á heilsuhælið þannig Hveragerði. Já. Ég veist um ég geti það, en ég ætla að reyna það. Mhm. Og nálastungur, af því að þú getur ekkert farið í einhverjar eða slís, hvað heitir þetta hérna? Sjúkraþjálfun. Já, fólk, veist hún líka svolítið sérstök, sko. Mm. Þú veist, fólk að hlaupa á einhverju bretti og eitthvað svona og það er alltaf verið að gera eitthvað nýtt. En, sko, það er mér svo mikla trú á öllu kínversku, eins og nálastungum.